Sælasumul, 2 kallar eru mættir í hús, feskir, sprækir, sætir. Ég heiti Þorsteinn Már Feinarsson. Ég heiti Haukur Bragason og við ætlum að byrja á einum stærsta vettfangi kallmennsku umræðu á Íslandi. Já. Facebook-hópurinn Pappa Tips. Ok. Ég sagði ykkur frá tilraun sem ég gerði þar fyrir nokkrum vikum. Sem var reyndar orðið svolítið gamalt þegar ég sagði ykkur frá því, en ég gerði aðra eilitla tilraun. Djúvill sá ég þegar þú gerir þessa tilraun maður. Ég hugsaði helvíti, hann bara fyrir beint í þetta. Vilt þú segja frá þinni hlið fyrst eða? Nei, halda hans áfram. Ok. Fáum við vatn. Já. Við erum aftur sponsoraðir af vatni. Þökkum vatni kærlega fyrir. Já. Ég sem sagt, þetta var svona bara, ég er náttúrulega búin að vera að reyna að halda mig á mottunni með að rífast ekki við hálfvita á internetinu. Ég fekk mér þess að ammælisgjöf sem minni mig á það. Jú. Ammælisgjöf frá þér og Huldu konunni þinni sem er mynd eftir í Lóu. Það sem að, kona horfir hún í seriósi sitt og talar þar við lítinn mann sem syndir í mjólkinni og þau eru sammála að hún eigi hætta að rífast við hálfvita á internetinu og ég hef verið nokkuð duglegur í því en ég ákvað að gera smá tilraun. Það kom nefnilega svo áhugaverð frétt daginn út frá könnun sem að Varða gerði á verkaskiptingu á þriðjuvaktinni og það kom í rauninni ekkert nýtt í ljós. Það kom bara það sama og kemur alltaf í ljós þegar svona kannanir eru gerðar. Verkaskiptingin er mjög kynjuð, það er að segja karlar skiptum dekk og bóna bílinn og taka mála húsið utan eða eitthvað og konur eru með þvottinn og matseld og í rauninni reka heimilið á svona day to day basis. Ég setti inn þessa frétt sem byggir á greininni og það er ekkert í þessari frétt annað en bara að segja frá niðurstöðum greinarinnar. Þessi frétt er frá RÚV. Ég tók mjög viljandi RÚV-fréttina en ekki aðra frétt, aðrar fréttir sem skrifaður þetta. Ég skrifa eina línu, þessar niðurstöður koma kannski ekki á óvart en það er ljóst að við pappar getum gert töluvert betur. Ok, já. Ekkert annað skrifað. Ekkert annað, þetta var áðurinn heldur áfram. Já. Það er eiginlega og nú erum við bara vinir og við erum bara sammála langmest svona, allavega í stórum málum. Já. Og ég bara svona, meira þess að ég verð pirraður þegar ég sé þig í þessum ham. Þetta er þinn beittasti hamur. Já. Þegar þú nærð að setja eitthvað fram fullkomlega einlæglega en það er svo djúft skotið og það er svo djúft agenda og þú nærði einhvern veginn svona taki á sálar tetrimanns sem að kom náttúrulega á daginn Það voru nokkur sem að engdust og ég gerði þetta var rétt eftir að Pappa Tips ákvæðurinn að taka upp nýja reglu. Okay. Sem er að því að það voru ógeðslega mikið af anonymous postum. Já. Og þeir safnast upp hjá stjórnendum og svo koma þessar samþykktir og komast allir í einu og þetta var að fara að valda vandamálum og það var ákveðið bara, nú bara hættu við að hafa allt anonymous sem er bara eitthvað að þeir eru bara að spyrja. Ég gerði reyndar daginn, ég spurði ráðleggingar samlokugrill og ég gerði mjög svona smellin post bara sem að fekk alveg ótrúlega góð viðbröð og alls konar fólk sem að hefur kallað mig öllum illum nöfnum var rosalega ánægt með hennar post og bara þetta er ekta pappa húmor bla 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 bla, það bara þið vissi ekki hver ég var. Já. En þarna skrifa ég undir nafni og það var svona hlutið af tilrauninni. Fyrsta komment: getur ekki bara fengið steina með þér og kent okkur að skipta húsverkunum betur í kallmennsku skólanum og svo svona emoji af naglalakki. Það er eitthvað að naglalakka sig. Og ég svaraði aldrei. Ég reyndi eins og ég gat að fara aldrei í mannin bara að spyrja. Já. Óþolandi. Já.
og hérna Þú varst í, nei sko, þú stillir þig inn á einhverja tíðni þú heimsækir eitthvað part af þér eða eitthvað gerfi í þér þar sem að þú ert bara þarna, þú ert bara í karakter þetta er sko aðdánavert, þetta er ótrúlegt hvernig þú getur þetta já, alltaf fram eins og þessu kommenti svara ég segi engin nöfnina Nei. og það er engin screenshot, það er bannað að taka screenshot af pappatips, ég er ekki að því fannst þér vera þörf á þessu kommenti þótt ég hafi deilt frétt könnun á reynslu fólks á landinu og svo þetta er sér tónnin bla 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 og hann svarar, fannst þér þörf á að deila sér frétt könnun á reynslu fólks á landinu elskulegur? Ég svara, já af hverju ferðið töðunar að þess? Hann svarar ekki meira og svo þú veist svo kemur það sem bjóst við og það kom svo frekar snemma ætli kynjavandamálið sé ekki frekar fréttamennskan á RÚV ég segi fréttin fjallar könnun vörðu fréttin breytir ekki prósentunum sem þar koma fram prósentunar eru reynsla fólks hvað ert að setja út á það kom ekkert svar og hérna ég held að menn sem lesist líka könnun og fá þessi knúna í kjölfarið að minna aðra kallmenn á hvað séu lélegir skulu líta í eigin barm skildi þetta ekki alveg en ég spyr, viltu þá ekki þessi mál séu rædd? Hvers vegna ekki? Ekkert svar þér farin að fatta þemað og svo kom bara rosa margir sem þurftu svona þetta er ekki svona mínu heimili, ég kannast ekki við þetta hvorki úr mínu uppeldi né barna minna ekki kannast ég við þetta og svona þessi hérna og svo kemur Anonymous member 440 sem er eiginlega svo eini sem bakkar þetta eitthvað upp sem er bara eitthvað, heyri, takk fyrir að deila þessu miðað við alla kvörtunarpóstana undir mögum og barsferðum og beauty tips og maðuratips sem kærastan sínum það var margt til í þessari tölfræði, við getum sennilega allir gert betur svo kemur hérna eitthvað félagi sem segir sko það virðist sem Haukur sé að safna sér efni og skjáskotum í næsta póst á Blue Sky til að sækja sér nokkur like og upphefa sjálfan sig í leiðinni Svaraði þessu? Já, ég svaraði má ég minna þig á þá reglu pappatips að fara í boltan en ekki mannin Þú ert óþólandi Hvað svaraði hann einhverju? Hvað er þetta? Býtaðins rétt hjá þér minniði þá í leiðinni á 3. regluna þar sem fer hér fram á að vera í trúnaði ekki til að birta annar staðar X eða Blue Sky Já ég svara því svo sem ekkert en ég er ekkert að því Nei, bara að tala um þetta í podcast Já, ég meina það er engin nöfni en ég bara segja frá mér reynslu minni Já, þú lítur á með það, þetta er nú ekki þöggunarsamningur Nei og hérna svo kemur alveg bara hólskepla af mönnum sem að eru með í rauninni, það er tvennslags mótsvör, það er þetta flokkaðu tvend annars vegar er það allir þeir sem segja að könnunin sé gölluð það er að segja að það eru einhverjir annmarkar á könnuninni, það er ekkert að marka það Nei ef þeim er bent á að sko allar svona kannanir sína eiginlega nákvæmlega sömu niðurstöður þá er fátt svör, þær eru greinilega bara allar gallaðar hinn svona flokkurinn af hérna gagnrýni eða mótsrökum er sko að það er svo margt sem kallar gera sem er ekki talið inn í þessar fréttir eða kannanir og þess að mest af því sem kallar gera er að vinna meira það er að segja að þeir vinna lengri vinnudag og margir segja þessa persónulegu sögu sína sko þú veist ég vinn þetta marga tíma á viku eða mánuði og konan þetta og þá alltaf, auðvitað er þá hérna sjálfsagt að hún vinni meira á heimilinu þannig að þetta sé alveg jaft vissulega sá ég fyrir mér eitthvað að kalla bara í kaffitímanu sínum eitthvað bla 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 og ekkert verið að drífa sig heim og svo framvegis en ég sagði ekkert þannig reyndi að svara bara í þessu með mitt skona þessum tón og spyrja bara eða spurningum eins og til dæmis af hverju ætla að sé algengara að konur séu í lægra starfshlutfalli en karlar
aftur fátt svör við vorum reyndar leiðileg típa myndi ekki nennu að bjóða honum í matabúð það er alltaf farið í mannin sko. Já, þú ert náttúrulega óþólandi líka Já, en þarf fólk ekki að geta að díla við það? Já. Ég var kallaður hérna ég man ekki hvað ég væri bara eitt stórt reitsbeit Já. Nei, þetta er í alvörinni, þetta er ógeðslega áhugavert hvað hérna bara tilvistin er triggerandi fyrir marga Já. og líka bara, þú veist, já, eins og ég sé mjög oft, tilvist mín, bara það að ég sé til umtals einhvers staðar, sko. Já. Þá bara er ég óþolandi. Og það er einmitt þessi viðkvæmni. Já. Ég talaði svolítið um það. Mér finnst þetta vera svona ákveðin viðkvæmni. Mér finnst þú vera að fara óþarlega mikið í vörn. Af hverju ert að fara svona mikið í vörn út af þessu? Já. Og fekk fásvör og svo kemur alltaf þessi gamli góði hérna, já, út með þessar kettlingar að skipta dekk. Já. Ég spyr, hvað ert að skipta dekk oft í viku svona cirka? Það er fólk átta sig ekki á hlutfall, þú veist, ef þú ert að tala sko, já, ég sé alltaf að skipta dekk en svo ertu líka að tala sko, já, ég vinn meira og þú veist, mín störf telja meira. Þú veist, hvenær skiptir þú senast dekk? Þetta spyrja mig? Já. Ég fyrir bara dekka verstaði, sko. Já, ég er með, þú veist, bara sprakk dekk og þú skiptir dekk eða eitthvað. Ég spyr þetta bara svona fróður. Þetta er ekki eitthvað svona vikulegt eða daglegt svona amstur, skilurðu? Nei, ég veit ímislegt um þetta. Einmitt þetta hann að hreinsa laufin úr rennunni dæmi. Já. Veist, kom það kannski? Nei, það var ekki komið. En það er gott dæmi. Og mér fannst þetta bara svona jú, það voru alveg fleiri en þessi eini sem að voru svona aðeins bara, hei, strákar, það er eitthvað til í þessu, sko. En ég myndi segja svona 85-90% af öllum svörum í öllum fyrstu kommentum og replies undir því eru á þessum nótum sem ég er búin að vera að tellja upp hérna. Já, en það er náttúrulega að tventana, sko, sem að ég sé í fyrsta lagi, þá er þetta topic eitthvað málefni sem að bara verið strikkar að kalla mjög mikið. Veist, þeir bara, og ég held að það skýrist að einhverju leiti á því að hérna þeir eru segir eða þeir sjá missettið eða þeir hafa heyrta heima á sér, konan er ofta kvarta, eitthvað svona. Veist, það er eitthvað svona, þeir eru sagbitnir, ég er alveg viss um það. Og þannig að það skýri vörnina og af því að þeir hafa einhver svona sjónarmið hérna, eitthvað fyrir sér. Svo náttúrulega er það hitt að þú ert þú og hérna og hefur þessi triggerandi áhrif, skilur, þannig að þetta er bæði triggerandi málumni. Ég hefði svo mikið vilja geta sett þetta inn anonymous og sjá hvernig viðbröðin hefði orðið þar. Þannig að það er ekki hægt að gera þetta á sama tíma, sko, en það hefði verið, ég leiði mér að fulla það að viðbröðin hefði verið töluvert önnur. Bara ef anonymous hefði skellt þess inn, sko. Já, þau hefðu náttúrulega aldrei, þú veist, beins svona að persónunni, þetta væri það ekki hægt, en það hefði ekki svona margir reiðir kallar komið í komandi. Nei, en ég þeir hefðu frekar bara fussaði í símanum sínum í vinnunni sinni, sem eru svo mikið í og hérna haldið áfram með daginn, sko. Ég held samt að mörg af þessum kommentum hefðu samt komið fram, þú veist, eins og þarna földiringin að eitthvað, á mínu heimil er þetta nú bara jafnt og við bara bla 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 vörd, sko. Já, þannig að en þetta var skemmtileg tilraun og við náttúrulega hvöttum hvern annan til að fara í fleiri svona tilraunir í framtíðinni, þannig að við höldum þessari vegferð áfram bara. Ég get samt ekki haldið henni áfram strax. Nú? Nei, ég nefnilega var softblokkaður á pappatips. Ha? Já. Býttu, hvað þýðir það? Ég get ekki skrifa komment. Ha? Já. Okkur? Ég veit það ekki, ég fekk ekki svör, en líklega bara út af því að ég var að vera með vesen. Æ. Það er, við sem vorum að lofsama pappatips hérna daginn. Já. Ég meina samt, þú veist, það eiga náttúrulega sömu reglur að gildum alla. Það tekst alveg. Já. En ég fór ekki í mannin. Nei, þú bara, þetta var bara mjög snirtilegt hjá þér. Og þú randi hann snirtilegt. Herru, takk fyrir svolítið. Yes. Sko, nú tölum við ekki saman. Nú er ég að fara í eitthvað dagsins og ég er með það. Við tölum ekki saman svolítið eitthvað eða trúnó. Nei. En það sem að ég hafi planað fyrir eitthvað, það tengist að einhverju leiti þessu.
Þessu svo litla? Já, Nú, óvart ok. Af því að ég ætla aðeins að heimsækja aftur meistarritgerina mína í kynjafræði Vá. sem að heitir Kallmennska, kallar og jafnrétti. Undirtitill Kallmennsku hugmyndir í frásögnum kalla á Twitter og viðhorf kalla til jafnréttis. Já. Þessa ritgerð vann ég að árið 2019 til 2020. Já. Annars vegar Hvað verður þetta langu þáttur heldur við? hann verður undir klukkutími. Ok. Ég skal lofa þér því. Já. Og þetta eitthvað er ekki að blánt og hljómar. Nú, Ég ætla að fara að lesa hana. Nei, ég ætla bara að Hvað heimsækja segirðu? Þess að aðal rannsóknin Já, eða á tvennskonar. gögnin Já, á eru tvennt. Twitter Já, og við tölum 6 kalla sem að sem sagt eru ekki feministar eða voru ekki feministar. gáðu sér út fyrir að vera ekki. Já, Ok. ég semst auglýst eftir viðmælendum á Instagram á Eru sínum tíma. nafngreindir eða ekki? Ekki rannsókninni, Nei. en ég hitti þessa menn, skilur Já, ég bara, þú veist, hvort þetta væri eitthvað svona mini-celebs eða ekki? Nei, eða þú veist, það kom hvergi fram. Eru ónafngreindir? Já, Ok. þannig ég auglýst eftir viðmælendum og þeir voru aldrei 18 til 50 ára 6 stykki Já. og ég bara spurði það út í, þú veist, hvað staðsettur þið gagvart jafnréttismálum og eitthvað svona. Allavega, það sem ég ætla að tala um hérna ég ætla bara aðeins að rifja þetta upp og svo er ég með svona smá pælingu sem að við bara kannski ræðum aðeins. Ein pæling? Ein pæling, Ok. smá pæling. Sem sagt, bara til að rifja upp þá, já, tek ég þessi viðtöl og er hérna svona varpa ljósi á hvað einkennir hérna viðhorf kalla, eða í rauninni hver eru viðhorf kalla til jafnréttis og nánar tiltekið þessi hópur og þarna hafði ég svona áhuga á andspyrnunni, þú veist, bara af hverju í rauninni tekur afstöðu gegn feministum Hvenær er þetta? Hvað ár? 2019 Ok. og hérna, þannig að mér langar að forvitnast það, mér langar að skilja það nánar og tilur þess er að í þessum tístum sem að ég var að skoða og orðræðu greina fann ég í rauninni andspyrnu tíst eða svona það sem ég kallaði andspyrnu tíst sem er svona, já, svona hæði neðadrull yfir frásagninar Já. og mér langar að skilja andspyrnuna betur þannig svona flæðir þetta saman. Ok. En allavega, byrjum á tístunum sem sagt, eða tweetunum sem komið fram þau voru, þetta var sem sagt undir hashtaginu kallmennskan Og maður sko Twitter var skemmtilegt á þessum tíma. já, og geði Oh. árið 2018, náttúrulega til ekki í mars 2018 og hérna og þarna á einhverju viku tímanbili koma bara yfir 1000 tweet undir þessu og ég greiniði þetta í sem sagt 755 tíst svona framlag í þessa umræðu Twitter á heldi 2 vikna tímanbili langmest náttúrulega komin alveg í byrjun. Þetta eru greini ég 428 frásagnir þar sem að einhver notandi Twitter er með frásögn kallmennsku eða kallmennsku hugmyndir. Dæmi úr sínu lífi. Já, Ok. bara svona eigin frásögn, Já. persónuleg saga, upplifun, reynsla. Þetta eru 288 stuðningstíst. Já. Það sem einhver er að segja að ég stiði þetta svo vel, þetta er svo, þú veist, og það er ekki frásögn í þessu. Það er bara stuðningur, bara pepp, þetta er frábært, eitthvað svona. Og ég greindi 39 andspyrnu tíst. Og Og þetta eru bara tíst sem eru með þessu millumerki. já, ok. Og sko þannig er ég ekki að telja með eitthvað svona fjölmiðlar að fjallum eitthvað, ég bara tala um einstaklingar eru með eitthvað framlægin í þessu umræðum. Djöfull er áhugavert að gera þetta aftur í dag á X. Hvað þá? Bara sama. Hashtag kallmennskan? Já. Það eru ekki neitt. Ekki neitt nýtt. Nei, ég meina, gera annað svona, Já, sjá bara viðbröðin í dag já, það er djöfullega frá nýnasistónum, Já, það er pointið mitt sko. fasistónum. Það er pointið, ok? Já, það er þetta var bottom. nýtt. Takk fyrir í dag. Já, þetta var eitthvað dagsins. Við förum í Herðu, já, ok, allavega hérna, það sem ég ætlaði að gera var svona að renna í gegnum var að renna í gegnum Sorry, klippum bara, ég þykist ekki vita neitt. Nei, nei við ræðum þetta. Ok. Það er þetta sem ég vil ræða. Já. Spurningin er sem sagt hvernig ætli staðans í dag er svona pælingin Já. og að því að þarna er ég semst í raun að draga fram kallmennsku hugmyndir eins og það byrtust í frásögnum kalla. Ég semst er að rýna einna helst og einungis, ég náttúrulega skoða þetta allt saman, en ég valdi að rýna í frásögnum kallana sjálfra, ekki semst hvenna eða þeir sem voru ekki kyngreind og voru með frásögn, þannig að ég skildi eftir alveg einhver 200 og eitthvað frásagnir. Já. Þannig ég tók það ekki til greina og ég meina, og ég hef oft talað um það að besti spegillinn
bestu upplýsingar kallmennsku frá öðrum en köllum og ég hef oft sagt að ég læriði í rauninni einna mest áður en ég formlega læriði það kallmennsku í gegnum reynslu kvenna og hinsegin fólks af því að það einhvern veginn þar sem að hún verður svo augljós sko. Þannig að ég hefði alveg getað notað en ég þurfti að afmarka mig og ég ákvað að velja bara hvað eru kallar að segja, hvað eru þeir að lýsa, hverju eru þeir að lýsa, hvers konar reynslu heimur þetta sem þeir að lýsa, hvað eru þeir að tala inn í og ég greini það, orðræðugreini, þemagreini og dreg það fram í svona einhvers konar mynstur og ég ætla ekki að fara í aðferðafræðina þið bara getið lesið hana ef að þið viljið nýsast betur í þetta og þetta náttúrulega pínu vandræðilegt svona að lesa eigin ritverk sem var ekki ritstýrt sko, heldur bara ég eitthvað svona semi-yfirlestur frá einhverjum öðrum og ég hefði náttúrulega skrifað margt öðruvísi en sumt ágætt sem ég skrifa og ég stendan þó svo niðurstu, ég held ég hafi unnið þetta ágætlega allavega hann fekk ég fína einhvern og leiðbyrjandi minn var fræðilega sem sagt sáttur við þetta allavega, ég dref fram svona megin þemu í þessum frásögnum og þau snerta skjönun að langminnstu leyti þar að segja einhver frásögn þar sem að menn standa á skjön við þessar hefðbundnu kallmennskuhugmyndir og eru svona að lýsa því einhvern veginn síðan það langmest var þetta tilfinningar alveg 43% af þessum frásögnum var það eitthvað tengt tilfinningum og allar frásagnar eiga það sameiginlegt að þeir eru að lýsa einhvers konar erfileikum, þeir eru að lýsa einhverjum konar svona mótspyrnu í lífinu vegna þess að það er einhver ákveðna kallmennsku hugmynda til staðar sem að svona hindra þá, takmarka þá, hefta frelsi þeirra lífsgæði og svo framvegis. Þannig að tilfinningar, þar bara er eiginlega helmingurinn af þessu. Síðan er það sko kynhlutverk, menn sem að svona einhvern veginn upplifðu þessi knúna til þess að sinna ákveðnum kynhlutverkum eða skömm fyrir að sinna því ekki. Okay. Kallar sem að til dæmis vildu semst vera lengra í fæðingarólogu og konan fór að vinna og eitthvað svona alls konar þannig kvenleiki, kynhneigð og síðan aftur skjönun. Þannig að langmest er þetta kynhlutverk og tilfinningar og svo náttúrulega rýni ég aðeins meira í þetta og og þá kemur fram að kallar eru semst í feluleik með tilfinningarna sínar svona þeir upplifa skömm vegna þeirra og þeir búa við að lýsa ótta við að sína umhyggju. Þetta er svona stefið í þessu þemað í kynhlutverkunum það var dálítið tengt svona verkaskiptingu inn á heimilum hérna er til dæmis ein frásögn bara lesa næstuð tengt svona kynhlutverki þegar kona mín fór til útlanda í nám í 6 mánuði spurðu allir hver ætlaði að sjá heimili og börn á meðan. Það var greinilegt að mér var ekki treystandi til að sjá þetta einn. Þegar ég fór í burtu lengi spurði enginn hæsta kallmennskan. Ok, við ætla að halda áfram kynhlutverkin já, svo er það hérna kvenleikin og maður sjá þegar ein frásögn tengt kvenleika þegar ég var 7 ára ég glemdi gleraugunum mínu sko hætti ég í 5 leikum af því að hæsta kallmennskan sagði mér að það væri stelpuíþrótt. Eftir margar misefnaðar tilraunir til að æfa fótbolta og fleiri karlaíþróttir innan gæsalappa gafst ég einfaldlega upp, stimplaði mig antisportista og kveikti síkó. Þú veist, þannig kvenfyrirlitningin, kynhlutverkin já, bara einhvern veginn áhugaverð sko. Úr ballett í eitulif. Já, svo er það kynhneigð já, það eru sumar brútal sko mann sjá já, þessi til dæmis tengt kynhneigð, það sem er ótrúlega áhugaverð, ég fór svona að reyna að spegla hana hjá mér líka. Hérna kemur frásögn, fyrir cirka 12 árum fann ég upp afsökun fyrir því að fara ekki með samkynhneigðum vini mínum í bíó af því að einhver gæti þá haldið að við varum á deiti. Sem betur fer höfum við farið oft saman í bíó síðan þá, hæsta kallmennskan. Okay. Þú veist, þetta er bara svo áhugavert og þetta er líka svo einkennandi hvernig við lýsum yfir gagnkynhneigð með alls konar duldum hætti. Og ég oft talaði það svona í fyrirlesturum mínum og annað og meðal annars að skilgreiningur frá samkynhneigð eða hins einleika með alls konar hætti alls konar svona ótrúlega styktum hætti eins og þetta allavega, þetta er svona megin þemað og
og það sem að ég fór svona að pæla þegar ég fór að hugsa hvað get ég tekið fyrir í eitthvað og svona, það sem að ég fór að velta fyrir mér að ég held að þetta hafi ekki breyst neitt síðan 2018-19. Já. Ég held að veruleiki, þar að segja kallmennsku hugmyndirnar sem að kallar að lýsa, margir að lýsa kallmennsku hugmyndum, þú veist, ég meina þá voru alveg sumir sem voru komnir bara á 50 aldur og 60 aldur skilur sem voru líka að lýsa einhverju og náttúrulega margar konur eða stelpur að það voru að lýsa pöppum sínum, þú veist, þannig að þær voru að lýsa, þú veist, við erum alveg að tala um kallmennsku hugmyndir á kannski, ef að segja megnunu til á, semst, í samtímanum 2018 til svona 10, 20, 30 ár og þá þema í þeim, skilur við það var einhver rauður þráður í öllum þessum frásunum við erum að tala um 30, 10, 20, 30 ára tímarami, það þema í þeim og ég held að almennt hafi kallmennskan lítið breyst, ég meina að þú varst með svolítið dagsins þriðjavaktina, kynhlutverk og heimilisverkin lýstir ákveðnum svona kallmennsku viðbröðum þar, ákveðnum viðþórum sem eru ansi útbreytt þannig að ég held þetta hafi eiginlega ekki neitt breyst, ég held ef eitthvað eins og sumar rannsóknir hafa sýnt að þá eru orðin íhaldsamari, þar að segja yngri strákar eru orðin íhaldsamari heldur feður þeirra til jafnréttismála og til í raun afstöðu í ýmsum samfélagsmálum þeir eru orðnir hérna þjóðernissinnaðri, íhaldsamari hvað var kynhlutverk og svo framvegis þannig að sko ég bara veltaði fyrir mig hvernig sér þú og hlutinir ég meina, er þetta bara fínt, skilur er þetta bara, það þarf ekkert að gera í þessu af því að þetta er svo augljóst, þessar sögur þetta varðar þeirra eigin lífsgæði þetta varðar þeirra eigin frelsi og lífsgæði þarna var ekkert verið að tala um ofbeldi, þarna var ekki verið að tala um hvernig þeir eru að beita forréttindum sínum og græða ógeðslega mikinn peninga því að þeir þekki aðra sem eru ríkir það var bara verið að tala um hvernig kallmennskan bitnar á þeim úr þeirra eigin reynsluheimi og við erum að sjá að þær hugmyndir sem er að hefta kalla inn í ykkur boksi, skerða lífsgæðin þeirra og frelsi þeirra þær hugmyndir tel ég með að við allt lítið hafa breyst nema hjá einstaka köllum sem og að því að við verum að muna að kallmennska er ekki bara einstaklingsbundin þó að þarna sé verið að tala um frásagnir einstaklinga það er lýsa samfélagslegum hugmyndum það hvernig alveg kallar eiga að vera og hvaða áhrif þessar samfélagslegu viðteknu rótgrónu hugmyndir hvaða áhrif þar hafa raunverulega á líf okkar Ég er ósammála þess Þú heldur þetta hafi breyst meira? Já, en ég hef ekkert til þess að byggja það á sko en það er ég ekki undirbúin fyrir þetta eitthvað Nei. En sko nema bara mína reynslu og mína tilfinningu ég held bara út frá því þú veist kannski bara því að fólk veit hvað það hefur mig það leifir sér að deila ákveðnum hlutum með mér út af því að veit hvað það hefur mig þannig að það kannski geti verið ákveðin skekkja en ég svona fæða samt á tilfinninguna að í dag miðað við hvernig þetta var fyrir 10 árum þá alltaf að það fæði hnettur Ég er rosa songur Við þyrftum eiginlega að hafa svona reglu eins og í leikhúsinu að ef þú kemur með eitthvað sem skráa svona mikið í þá verður að setja í póka svona skrjáflausan póka Það lækki mér Hvað var að segja? Þinn reynslu heimur þú heldur þetta Já, með fyrir 10 árum ég svona fæða á tilfinninguna settu bara mjög mikið í lóna en Ég er sko búin að lækka í mér okay. Flóður að það sé svona aðeins meiri hvenær ætlum við að fara að klippa hennar þátt Jesus Jeremiah herri Ég er að kapna á netum ég vona að gerist þá kannski hættir að skrifa pókanum mér finnst vera aukin meðvitund fólks frá fólks á öllum kynjum mér finnst ég bæði finna þetta frá köllum sem segja bara þú veist, maður svona reynir náttúrulega að gera þetta og svona, en mér finnst ég líka finna þetta frá
ég finn þetta mjög sterkt frá konum náttúrulega. Ég held að sé vakning þar, bara heyrðu, við erum búin að vera sjá þetta helvítis heimili með vinnu bara endalaust í einhverju ólónuðu jobbi og þú veist bera ábyrgð á öllum anskotanum sem tengist fjölskyldu og rekstri heimilis og uppeldi og bara að láta hlutina ganga upp og þú veist bara það að það sé svona aukin meðvitund held ég að breyti hlutunum smávegis allavega helling hjá sumum og ég held að það sé að gerast svona smátt og smátt aftur bara byggt að minni tilfinningu að menn sem að eru búin að fá að vera í svona bara lokuðu herbyggi þar sem að svona hafa hlutinir alltaf verið og svona halda þeir bara áfram og ég fæ bara að vera einn ég er bara stóra barnið á heimilinu og það er bara svolítið séð mig meiri segja held ég að þessir kallar séu svona aðeins að ná að opna augun en það sem fylgir þessu er andspinnan hún vegur upp á móti og við sjáum það náttúrulega bara þú veist, það er engin tilviljun að það er það eru yngstu kallmennir sem eru að fjarlægast femínísk gildi hvað mest það er ekkit það er bara því að það er verið að herja á þá það eru öfl í heiminum sem að eru að sjá að þetta stefnir ekki nógu góð átt fyrir þau og það þarf að snúa skipinu aftur á kursið sem það var á Já, ég ætla aftur ég er ekkit ósamála þessu sem hún lýsir það sem ég er að segja ég held að það hafi rosalega lítið breyst hvað varðar í rauninni þannig reynsleginn sem kallandar að lýsa þar að segja kröfurnar sem eru gerða til þeirra hversu auðvilt í rauninni þar að upplifa skömm fyrir bara svona basic human tilfinningar heldur það? Og svo framvegis já, ég er að tala samfélagslega svona rótgróna samfélagslega viðmið og gildið hvernig við eigum ég held að kallmenn séu orðnir aðeins mýkri en þeir voru hvernig við eigum að hafa okkur, hvernig við eigum að vera og aftur ég get alveg keypt að það hafi mögulega myndast eitthvað smá pínu svigrúm á tilfinningasviðinu hjá köllum þú veist, það hefur kannski myndast svigrúm 5-6% eða svo Nei, skilur, það er bara það lítið þú veist, þú mátt núna vera bara svona eitthvað svona að díla við eitthvað svona smá eitthvað en þú mátt ekki vera valdlaus, skilur þú mátt ekki láta það yfirbuga þú mátt ekki, það má ekki hamla þér þú eru dálítið að taka þetta samt áfram þú mátt alveg finna tilfinningar að þið erum öll mennsk, en ég meina svo bara áfram, við ætlum ekki að staldra við þetta skilur, þetta er svona það pínu svigrúm en samt ekki þessi fulli skilningur á mennskunni. Herru, þetta er búið allt á land, en ég ætla að enda á þessu að og eflaust verið að gera rannsóknir á hvort þessi breyting hafi átt sér staðin sem við erum að tala með ekki og að þá hvað miklu leiti? Já, ég er ekkit vissum að það sé endilega rólu með hlustandan, við erum ekki að klára þetta strax. Já, ég er ekkit vissum að sé vera ég er ekkit vissum að sé vera að rannsaka þetta, en ég óttast að samfélagslega séu ekki að fara rétt átt og það er svo margt sem bendir til þess að við séum að fara frekar aftur á bak og við séum að halla okkur upp að íhaldsamari hugmyndum og að lokum þá verð ég að heimsækja það sem að trillir mig og það trillir þig ekki að núna er orðræðan hjá mörgum svona erlendum sérfræðingum eins og þú veist, nú daginn var svona einhver ráðstefna út af 16. átaki gegn kynbundnu ofbeldi og eitthvað svona og það sem að við töl og kannski er það því að fjölmiðla fólk er að grípa það og miðla því eða ég veit ekki hvað það er en mér finnst svona eins og núna sé rosa mikið verið að tala að við þurfum að fá kallamiðlið og við gerum það ekki með því að segja þeim hvað er séu ógisleir svona þessi orðræða og það fyrir töðunar mér vegna þess að það er svo sögulaust það er svo samhengislaust talað inn í vegna þess að fyrir MeToo þá var ekkert samtal kallmennsku það var engu ljósi varpað á
hegðun og viðhorf kalla og hversu rótgróið og í rauninni svona tangarhaldið sem karlmennskan sem byrtist í hegðun og viðhorf kalla hefur í samhengi við jafnrétti samfélagslega þannig að við einhvern veginn alltaf náðum að humma því af okkur humma því frá okkur svo gerist það í kjölfarið MeToo ekki bara á Íslandi heldur víðar að Kastljósinu er beint að rótum vandans allavega djúpri rót vandans sem eru karlmennsku hugmyndirnar og hvernig vörpum við ljósa það með því að benda á ofbeldi með því að benda á tengsl við alls konar hluti sem að kallar upplifa sem árásir sem kallar upplifa þegar að tala skaðlega karlmennsku sem bitnar á þeim og fólkinu í kringu þá er þetta upplifunin, varnar upplifunin sem kallar upplifa má ekkert lengur, ég veit bara ekki hvernig hann á að hafa mér, eitthvað svona þannig að við verðum ef við ætlum að fá kalla með lið til þess að breyta hlutunum þá þurfum við þeirra í fyrsta lagi átt að sjá því að það sé eitthvað til að bregðast við að það sé eitthvað vandamál og hvernig ætlum við að gera það, ætlum við bara að segja jæja stráka mínir, eigum við ekki að græja þetta núna? Græja hvað? Skilur, þannig að forréttindafirringin er ríl hindrunin er að við sjáum ekki vandan við sjáum ekki einu svona vandamálið þegar það eru teknar fram rannsóknir sem að sýna bókstala svart og hvítu og nánast í hver einasta kona á Íslandi sem að byr með kalli ber meiri byrðar heldur en hann og við erum bara eitthvað neða, þetta er nú ekki svona á mínu heimili sko ég er alltaf, þú veist, þannig að við erum að tala ef við ætlum að gera eitthvað í þessu, þá þarf bara því miður þetta þarf að vera smá óþægilegt sko. Já, en hvernig færðu mennina sem að sjá ekkert til þess að vera með í einhvers konar breytingu? Já, ok, það er ég hef oft sagt það þarf að skapa samfélagslega pressu þú veist, og hún gerist með aktivisma eða byltingum, eða báðu þannig að ég held ennþá að kallar þurfi einhvers konar að skapa þessa pressu sjálfir þar sé að konur gerða það fyrir okkur í rauninni, kjölfarið MeToo gaf okkur tækifæri til að skoða karlmennskuna en ég held að við þurfum við erum ekki tilbúin til þess að fara í eitthvað svona hvað ég segja, svona, já, nú ætlum við að finna út úr þessu samanstrákar, hvað er þið til í að gera, ef við ekki að gera það saman nú er bara hættu að tala um þessa vondu hluti og ljótu hluti og svona ofbeldi, nú ætlum við bara að breyta heiminum ok, let's go, ég er svo mikill jafnréttissinni þú veist, þá tel ég að þú komist hjá því að þurfa að horfast í augu sjálfan þig eigin viðþorf, eigin hegðun og gera upp í rauninni forritununa, þú veist, hreinsa kerfið þitt sko, af því að það þarf að eiga sér stað og það verður bara aldrei ég er að frussa í svo reyðurina það verður aldrei auðvelt ég er með þrýstingsmæli í bílnum já, ég er enda með ofháan blóðþrýsting þannig að ég held ég ætti að láta gott heita núna ef ekki bara fara að trú nú Ég sagði ég hefði getað að tala um þetta 3 tíma ég bara var að kvetta svona mig Yes Herru, velkomin í Trúná Herru, ég ætla að segja frásögulegu sem að heitir á ensku þess að innan gæslappa fræðilegt hugtak ég held þetta sé nú bara fræðilegt hugtak þetta heitir Revenge Bedtime Procrastination Já og lýsir sér þannig að Hefur ekki talað um þetta? Eða bara um mig? Nei. Þetta er eitt af því fáa sem þú hefur sagt mér eftir að taka þetta fyrir sko. Okay. En þetta er sér að ástand sem hrjáir mig Já og er mikið vandamál í mínu lífi lýsir þannig að ég vil ekki fara að sofa Nei Mér finnst ég skilgenningin á Revenge Bedtime Procrastination er svo að manni finnst maður ekki hafa fengið nægan frítíma yfir daginn til þess að svona vera bara lítill strákur að leika sér í kannski litlum tölvuleik eða horfa á litla íþrótt eða leika sér í litla símanum sínum eða bara fá að vera í friði Já, bara þegar aðrir eru sofandi er það mjög heppilegt og ég á alls ekki erfitt með að sofna Nei bara alls ekki Ok bara vilt ekki gera það en ég vil ekki fara upp í rúm að sofa Já veistu hvað, ég tengi við þetta sko Já. bara mjög grimmt sko en ég er sem sagt ég er mjög slæmur okay. af þessu og þegar að ég
var ekki með þann svona sveigjanleika sem ég hef svolítið í dag í vinnu, ég get alveg og stundum ger ég það bara, heyrðu, ég ætla bara allt komið í bara svona ró, þú veist, löngu búin að svæða börnin, búin að svæða konuna fer ég bara ég ætla að vinna í 3 tíma Já. og svo kannski dunda mér eitthvað Já. og svo vakna seinna þegar ég er ekki með morgunvaktina sko. Þannig að þegar það var ekki, þegar ég bara þurfti alltaf að vakna vera mættur í vinnu klukkan 8 þá var ég stundum bara ekki búin að svona eitt að viti sko. Já, þú gerir þetta líka þá Séturinn maður og sko, ég er lendi í því veist, bara reglulega sko, að ég er að horfa á eitthvað og ég sopnaði í sófanum og svo bara svona eftir 1 mínútu eitthvað bara, wow, heyrðu, já þá fer ég upp í rúm Já, en verður þú aldrei og ég stundum er mér bara mér er illt í augunum af því að það er svo mikið að vera sofandi að ég bara, nei og þetta er bara ég bara ræði ekki við þetta er bara alveg fárlegt sko. En verður aldrei það þreyttur að eins og þannig að þú lýsa að þú sopnar aðeins og nú þegar ég var svo að þú nennir ekki að busta tennurnar Nei, þú voru ekki það þreyttur Nei, það ger ég alltaf Já, ég geri það alltaf en sko það komu tímabil hérna í mín lífi það sem ég var sko einmitt að halda mig vakandi og ég var svo þreyttur að það var átak að busta tennurnar þú veist, bara pissa og busta tennur það var átak Nei, tengi ekki við það Nei, okay. En hins vegar gerist það stundum að ég sopna bara yfir ykkur og svo bara fokk, finn niður, tannbusta og þetta, ég hressist svolítið við það og þá hugsaði ég svona ætti ég kannski að fara að klára það til Nei, ég gera hann, ég held ekki En nú kemur smá af því að það er nú ekkert svo einfalt í þessum heimi að það sé ekki hægt að tala um smá núansa sko ég ætla að tala um núansa á þessu þegar ég var landvörður þá bjó ég í bara gömlum bóndabæ á Ási í við Öxarfjörð og ég vaknaði rétt fyrir 7 minni mig bara fekk mér morgumat sem ég ger eiginlega aldrei fekk mér morgumat að því ég var songur labbaði í vinnuna tók sprangaði niður Tófugjá niður í Ásbyrgi eða bara var í kofanum sem ég var að vinna í þegar ég var í Vesturdal bara brakandi ferskur og svo vann ég frekar líkamlega vinnu mikið að ganga gönguskór og allir pakkin sko og svo bara eitthvað, berennu, staura whatever, þrífa og bara alls konar ég borðaði miklu meira en ég vannur og ég fór alltaf að sofa bara svona hálf 11 þreyttur hlusta á fuglasöngin sofna svo ógeðslega vel þannig að þannig erum við með aðstæður þar sem að þetta bara var ekki svo núna þegar ég bjó í Bandaríkjunum síðasta vetur þá vorum við ekkert með svona eitthvað við skiptum sem sagt morgnunum á milli okkar til þess að fara með í leikskóla og þetta dæmi og svoleiðis og hver sækir setjum daginn og svoleiðis í Bandaríkjunum þá keyrði ég hann alltaf það var sem sagt hálftíma akstur og Íris gekk í sína vinnu og ég tók þetta á hverjum degi báðar áttir eða mótna og síðdeis þá fór ég eiginlega bara alltaf að sofa á sama tíma á Íris Já, ok en það var, svona fór ég að pæli eftir og ég var að pæli svo líka þannig af hverju það var að því að það var bara einhvern veginn ekki svona alveg að næs ég var ekki með þetta ógeðslega þægilega setup sem ég með heima bara eitthvað geggjaðan sófa eða með óþægilegu sófi þess að við byggum bara alveg rosalega óþægilegu sófi geggjað sjónvarp geggjað þægilegan sófa og bara eitthvað svona
ég held að það hafi spilað inn í og þá var ég stundu bara eitthvað svona ég verður örugglega bara ómögulegur á morgun ef ég fyrir ekki bara og svona, ég ætla bara að prófa bara gangst í sofni og ég sofnaði alltaf og ég bara, þú veist, ég næ ekki utanum þetta akkur, þú veist, þetta var bara seinast ári þetta var með þess að bara þess ári bara snemma þess ári sem kom heim í mæ, sko bara, akkur get ég ekki bara gert þetta hérna mitt að þú vilt það ekki já, takk fyrir og þú getur sleppt óþolandi, sko já, þetta er leiðilegu vani, sko svo náttúrulega verður þetta vítarhingur já, af því að þú veist, ég hérna leyfi mér að vaka hérna til eitthvað, veist, 4 eða whatever fæ að hérna sofa út, veist, stundum vakna ég hjálpa ekki aðeins, fer bara aftur að sofa stundum reyndar, teki morgunvaktina keyra hann í leikskólan, kem heim fer bara aftur að sofa já. hugsa bara að ég vinn bara eitthvað meira í kvöld og eitthvað Sko, og þá náttúrulega, þú veist, er líkaminn farin að vinna með þér já, þá er auðveldar að vaka lengur já sko, auðveldar að segja, heyrðu, ég ætla bara að taka hérna smá revenge já, en núna maður var að banka hjá okkur bara örugglega vera að vinna en eitthvað svona. Heyrðu þetta enginn nema þú sorry. Herðu, hérna, sko, það sem ég er að pæla nú daginn var ég með var Hulda á tenni já, og ég var einn með börnin öll já, þú lifðir það af já, það er merkilegt þá hef ég aldrei farið að seint að sofa nei, og þegar við erum bæði með þau en býttu, þú varst bara í fríi á daginn varst Já. ekki bara í jólafríi jú, ég er reyndar þú varst með náðan frítíma þá já, ég fór í jólafrí bara hérna eiginlega, rétt áður já, árunum fyrir út, sko þannig að sko, en ég fór aldrei heim ég reyndi að gera það fyrsta daginn ég var alveg dauðu fyrsta daginn sem að Hulda var hérna í burtu það var reyndar eftir helgina, skilur ég var með þau bara með þær heila helgi já, okay. það var svolítið þreyttur á mánudeginum þannig að ég skuttlaði mig í skólan og fór heim og laði mig aftur til hádegis já. en mér líður Tengi. illa Tengi. já, mér líður illa eftir það, sko eftir hvað? Eftir að hafa lagt þig? já, Nú. já, ég bara það fokka mér upp Já, þú verður að leggja þig í réttan tíma nei, Jú. bara ekki leggja sig yfir daginn það er ekki gott hlusta á þetta, nei, ef þú ætlar að leggja þig þá áttu annarkvort að leggja þig í 20-25 mínútur eða 1,5 tíma já, prófa þetta, já, þetta er bara, þetta er science ég hef gert alls konar tilraunir það virkar lítið fyrir mig prófa þetta samt já, nei, ég ætla bara ekki að leggja mig af því að sko, síðan gerði ég það aldrei svo var ég ekki að leggja mig, ég var að fara að sofa bara hálf 2 já, sem er rosa seint það er fáranlega seint, sko það er mjög seintökur þegar ég hef verið einn í þau skiptið þar sem ég hef ekki verið með barn og ekki verið með konuna mína heima þá hef ég stundum leyft mér að fara í bara svona innan gæðslega eðlilega syngi mitt bara og hef dottið inn á syng sem er sopna svona milli 5 og 6 og vakna rétt fyrir 1 hvað þú veist það er bara einhver sjúkdómur eða eitthvað ég er að segja þér, þetta er mjög slæmt sko. já, þetta er rosa slæmt erum við að tala um að þú ert alveg að taka svona revenge nei að þú ert að vaka til 4-5 ef ég byggi 1 nei, ég er að spyrja núna þá myndi ég gera þetta ég er að spyrja núna, þegar þú ert svona að fresta að fara að sofa erum við þá að tala um að þú ert að fara að sofa bara 4-5 sko, bara ef það er leikur þeir eru að klárast svona 4 en þú fussaði þegar ég sagði að ég var að fara að sofa mjög seint klukkan 2 nei, ég var bara hneyksast á að þér finnst það vera seint já, en þetta þú ert að fara seint you got nothing, boy já, ok, þegar það er leikur, ok, 4-5 ok, en ég er að tala um bara að það er ekki leikur þú ert bara að fresta að fara að sofa hvað er að tala um? Er ég með morgunvaktina? Nei 2:30 Nei, það er setna Er það setna? Ég held að Er það ekki? Er þetta ekki svona 3:30, 4? Nei, ekki 4, nei Svona að fara að slá í 4? Sko, ef ég er bara eitthvað að dunda mér ef ég bara er rífæðins uppi og er bara með eitthvað þátt eða lesa eitthvað eða whatever þá verð ég nú yfirleitt svolítið svona eitthvað svona byrjaður að dotta eða orðin helvíti þreyttur svona
2,5-3. Einmitt, ég er náttúrulega orðin þreyttur upp úr 1 sko, en einmitt, ég byrjaði að horfa aftur á Homeland og það 8 seríur. Ég er aldrei minna þreyttur en frá 9 á kvöldin til 2 bara aldrei ferskari. Nei, ég verð hins vegar sjúklega þreyttur milli svona 8 og 10 nýbúin að borða, nýbúin að fá mig kaffi eftir mat fyrir að svæfi þær þá er ég er bara alveg að sofna svo rífur þau svo rífum upp, fer aðeins að milla aðeins taka 1 þátt, ég verð að fá smá me time og kannski klára að ganga frá eldhúsinu fyrir að tala vikuna þegar Hulda var úti sko. Svo endaði það bara alltaf í því að ég fór ekki að sofa fyrir svona 1:30 og vaknaði alltaf á 7:30. Að þú veist að horfa á Homeland? Hvað er það? Ég geðveiki þætti sko. Hvað er þetta? Þetta er, kíktu bara heyrðu, segðu mér. Ég nenni ekki að tala um það. Bara hvað er þetta? Þetta er svona Þetta er löggu? Já, þetta er svona hermaður sem að kemur frá held í Írak og þetta er svona CIA eitthvað svona leyni. Ég er að horfa á, ég er bara að spæna upp svona indjána löggu, eða má ekki segja indjána, sorry frumbyggja Ameríku lögguþætti sem gerist í kringum 1970. Hljómar ekki vel. Bara geðveikt premiss sko. Og þeir voru svona, þeir breyta alls ekki lífið mínu en mér finnst það svona ferst af því að sko þá eiginlega allir leikarannir og svo las ég aðeins þetta, það átti líka við fólki á setti, fólki sem var að búa til búninga eiginlega allt frumbyggjar. Já, ok. Bara 95% þeirra sem unnu að þessum þáttum eru indigenous people. Já, það er enda mjög næst. Navajo aðalega. Ok, það er ekki en hérna og þeir eru samt geðað svona bandarískir ógeðslega mikla klísjur og svona en samt þetta svona það er eitthvað elementan það sem ég mæli með þeim. Hvað þetta er? Dark Winds. Ok, ég sá að því að sko, það er algjör lukkupottur þegar maður finnur seríu sem er actually góð og það eru margar seríur. Það er gerðvegt sko. Shit hvað er gott og ég er svona, Homeland ég kannast við að hafa orta á þetta, ég kannast leikonan þetta, hún er alveg geggjuð sko, og ég er svona, er ég búin að horfa á þetta og tjekka á Netflix og sá það var ekkert búið að horfa neitt á þetta og ég spurði Huldu, horfðu aldrei á Homeland? Hún sagði, jú, við horfum á þarna og ég er svona, ok, byrjaði að horfa á fyrsta þáttun, ég kannast ekki neitt, ég myndi ekki eftir neinu og nú er ég búin að horfa á, held ég eiginlega alla fyrstu seríuna og ég er svona, ég er svona mann, glipsur, en það sem ég held að hafi gerst þegar vorum að horfa á Homeland sem að mér fannst mjög góðir, mann samt ekki neitt er að þá var ég á mínum prime time í símanum þá var ég bara að horfa en ég var eiginlega bara í símanum. Þannig að þetta var eiginlega bara í gangi? Já, þetta var eiginlega bara í gangi. Okay. Mér finnst það geðið næðis og ég sá bara ekki neitt og ég er svona, what? Já, var þetta sem gerir? Þannig að ég bara basically á ég alla þessa serju eftir. Ég hef lent í því sko, ég reyna að vera ekki í símanum að meðan ég er að horfa en það kemur fyrir að maður svona tekkar eitthvað á einu og svo festist maður í helvitis skrapa tóli og Papa tips. Já, og ég er í banni og svo horfi ég aftur og svona, nei, heyrðu, ég misti af og þá þarf ég að spóla tilbaka haukur, já, þú er náttúrulega bara einn að horfa samt. Þá hugsaði ég bara eitthvað rosalega er maður nú einföld skepna eitthvað, já, ég er að reyna að horfa á stóra skjáin, nei, ég festist inn í litla skjánum ég ætla að taka eitt lítinn tölvuleik og svo gengur hitt á meðan svo svona, ég ætla að fara nei, heyrðu, ég glemdi þá finnst maður vera tölvert heimskur. Talandi að vera heimskur þessi hérna hlustandi nei, ég er ekki búin að hvað fáum við hérna? Við fáum staurblankt elsta barnið ykkar er að flytja út. Hvað rífið þið úr geymslunni eða grípið í IKEA til að hjálpa þeim að kickstarta búinu? María Eldey. Alright. Takk fyrir þetta, hlustandi dagsins. Sko, hvað rífum við? Já, við erum að hjálpa. Ég á bókahillu. En býta aðeins, eru við staurblanki líka?
Nei, störblankt elsta barnið Já, Þannig að þú veist að kaupa eitthvað svona lítið IKEA, þú veist að finna eitthvað sem þið er til hvað þarftu til að kickstarta búinu, ég held að það sé ok. Og ég ætla að gefa mér að þetta sé elsta barn eigi nú sjónvarp Lækka að tekja aðeins eigi sjónvarp Eigi sjónvarp? Af hverju? inn í herbygginu sínu. Nei, halló Já, allavega. Krakkar í dag horfa bara á spjaldtöluna sína Já, allavega sonur minn, Já, hann á sjónvarp og tölvu nú og síma, Einhverjum innkoman einhverjum, þetta er þetta eldgamalt sjónvarp á mömmu, en allavega, þannig að ég hugsa að hann væri búinn að fá nýtt sjónvarp og ætti sjónvarp, hann ætti rúm, þú veist, ætti svona Já, basic, sem hann tæki bara með sér já, Þannig að hann flytur basically herbyggi sitt já, Ok, en þá vantar náttúrulega leirtaugið, já þá vantar þvottavél, Það vantar ískáp ég áreindar ískáp, þannig að hann, Þú átt 15 ískápa já, 3 ískápa, Já, þannig að ég myndi láta hann hafa einn. Jú, ok Já, Hvern? þennan hérna, Þennan lélegri í geimslunni Já. það er alveg nóg maður. Þennan hvíta hana Já, minni sko, hann hefur ekkert starra að gera. Nei, Nei. Þannig að hann fekk ég hann og svo náttúrulega myndi ég, þú veist, fara með honum. Nú er ég búin að sanga að mér ýmsum tækjum og tólum. Heldur betur Þannig að ég myndi svona fara og græða og Þú gera átt með líka honum. svolítið svona tvent af ímsu sem að Já, fólk á yfirleitt bara 0 af yfirleitt Já, þannig að já, ég myndi svona fara og græða og gera og svo náttúrulega bara myndum við fara í IKEA Já, og bara græða allt. já, Bara kaupa Eldhúsborð. já, bara kaupa allt ódýrt í IKEA. já Bara startpakka Já. En fyrir allt samt Allt. Þú veist, bara kaupir ykkur, ég ætla að fá startpakka að heimili í IKEA, það kostar nálega slata Það þarf ekkert eitthvað brjálað sko. Ok, Þú veist, ég minna að þú fara eldhúsborð á 10 skall bara. já, og svo stóla Ég meina stól á 2,5, Stól á 2 og 5, eitt stól. í alvöru? Já. Vá, ok, Þannig að þú veist, þú getur komist upp með bara nokkra 10 skalla ok sem að ég ætla nú að vona ég eigi til þegar Já, já. elsta barnið flyttur á heimann, en það væri kannski helst svona ískápurinn og tæki og tól Já. sem ég myndi gefa honum. Það er eitt sem að pappi gerði fyrir okkur 3 strákana sem að pappi hans gerði líka fyrir sín börn Já. og það er að þegar þú flytja heimann þá kaupir hann góðan nýjan ískáp Já, Ég er að pæla að halda þess áfram já, að þetta verður eitthvað svona sem ég gerir fyrir mín börn Einmitt. kaupir góðan nýjan ískáp af því líka að þetta er svona fjölskyldahefð já. og hérna svo myndi ég þú veist, ég á eitthvað svona aðeins í geymslunni ég á bara svona eins og eitthvað fína bókahillu Já, hún geti tekið, þú veist, við erum nýbúin að því að hún er náttúrulega með hérna kærasta sko Já. að hún á svona núna svona ágætlega breytt rúm það geti dugað alveg næstu árin og svona eitthvað basic svona skrifborð og þetta svona herbyggisluti sko já, og ekki sjónvarp en jú, myndi maður ekki bara taka einmitt eitthvað svona basic IKEA, þú veist þar náttúrulega eldhúsborð Er það Stóla. stjætta, heldur þú í alveg að það sé svona forréttinda fyrring okkar að fara og kaupa bara svona einhvern startpakki IKEA? það var það sem ég var svona að hinta á þann að sko ef þú kaupir eitthvað startpakka fyrir bara allt heimilið, þá er það hellingspeningur held ég sko. Þú veist, ég myndi Þú ímynda þarft mér að, þú veist, ef þú hugsa um eitthvað litla stofu menna hvað, þú þarft að vera með eitthvað sófa sófar eru fucking dýrir Já, sko. þeir eru endur að örgulega dýrasta sko. En ég ætla að ímynda mér að þú veist, þú kæmist alveg upp með 150 skall, kæmist langt með hann. ok Þú veist, 150-200, ég veit það ekki. Já. Ég það ætla kannski er ekkit allir með 200 skall bara til þess að hendi eitthvað svona Nei, það er það sem ég er alltaf fyrir mig er sko. ekki hægt að fá líka bara góð hirðirinn er ekkit ódýr Nei, það er ekkit eitthvað svona, það er ekkit ódýrari startpakki en IKEA eða hvað, 10 sekundur. það er svoleiðis En við undum ískápar, já, undum farið það. ískapur og þóttavél og við berum þá upp Saman, já, ég og þú. já, ég meina við erum búin að vera í þessum pakka hérna Já, strákanir, já, heldur að hérna, ég er búin að fara með ég veit ekki hvað margar þóttavélar og ískapa fram og tilbaka hefur og heilan bíl, já, íta honum herðu, vá maður, herðu, hérna, já, djöfull var hann lengi yfirgerð maður. já, Ha, já, hérna, þá erum við búin að flytja börnin út það heimann, Já. gefa þeim gamlan og nýjan já, ískáp já og
ef við ekki bara fara að fá okkur að borða eða eitthvað, þannig Pældi, ef þú geta endað þetta 10 sekundum fyrr þá hefði þátturinn verið akkurat klukktími. Já, ef við ekki bara klippa aftan Getum á við ekki klippt eitthvað aðeins? klippum þetta raus okkar Ok. Nei, ég ætla að klippa fram á honum. Já, að byrjar engin tónlist. Já, það byrjar ekki á tikkinu Já. Herðu, það er ógeðslega fyndið Nei. Jú, ef að gera það byrja ekki á Nei. tikkinu svo Nei. kemur í ljós í Það er lók allt brjálað. þáttar svo kemur í ljós Nei, lók nei, þáttar nei, af nei. hverju Æ, tikkið var ekki nei. Við Nei. klippum eitthvað á miðjunni. Nei, það má Eitthvað ekki vandrarlegt sem við sögðum. Nei, það má ekki Ó, já.